Já, komið sæl aftur og velkomin í föstudagsþáttinn. Við höldum áfram hér og nú erum við komið gesti úr Skagafirðinum í sófann. Ásta Pálmadóttir, sveitarstjóri í Skagafirði og Sigfús Ingi, verkefnastjóri, verið velkomin. Takk fyrir. Var í lagi að keyra? Já. Alveg. Sumar veður núna. Já. Við erum eiginlega að fá okkur hérna til þess að ræða eins varaflugvöll. Það hefur verið mikið í umræðinni, kannski vegna þess að það er búið að vera svo vont veður, aðalega fyrir sunnan, að þá fyrir maður að hugsa sko, að það er ekki hægt að lenda hvar sem er. Og þið hafi nú verið að tala fyrir því að Alexanders flugvöllur, eins og hann heitir á Sauðárkróki, verði gerður að varaflugvölli. Vilt þú kannski segja mér hvers vegna? Það náttúrulega var í umræðinni fyrir nokkuð mörgum árum að þá kom Alexanders flugvöllur til greina og meðal annars vegna veðurskilyrða og aðflugsskilyrða og það hefur auðvitað oft komið fyrir að það hefur ekki verið hægt að lenda á neinum af þessum flugvöllum sem eru varaflugvöllir en það hefur verið hægt að lenda á Sauðárkróki til dæmis síðustu helgi þegar allir þessi vellir voru lokaðir. Þá hefði verið hægt að lenda á Sauðárkróki. Og hvers vegna, hvað hefur þessi völlur þá fram yfir í? Já, bæði eins og Ásta nefnir veðurfarsskilyrðin og aðflugið af vellinum. Skagafjörðurinn er breiður dalur og skilyrði til þess að lenda þarna eru góð og brautin liggur vel við vindum, þetta hendar mjög vel flugtæknilega séð. Brautin er löng og veðurskilyrðin eru mjög góð og Tröllaskaginn skilur til dæmis dálítið á milli Norðurlands, annað veður austan við en vestan við, úrkomu samara til dæmis hérna megin. Og það má eiginlega segja sama Suðurlandi, það er dálítið frábrugðið hvað veðurfari varðar. Þegar þú talar Tröllaskagann, það er skiptið dálítið miklu máli hvort það er norðaustan eða norðvestan upp á að vetri til dæmis. Sko, lokast Öxnadalsheiðin ekki í ákveðnum áttum eða lokast hún og þá kemst maður á Sauðárkrók? Hvernig er það? Þekkið þið það? Sko, Öxnadalsheiðin náttúrulega er býsna hár fjallvegur og það lokar stundum þar þó að sé nú ótrúlega sjaldan með við hæð í raun og veru þar yfir. En það eru sem betur fyrir 2 greiðar leiðir yfir í Eyjafjörðinn. Þannig ef við horfum til dæmis á Sauðárkróksflugvöll sem varaflugvöll fyrir Akureyri, ef það er ekki hægt að lenda hér af einhverjum ástæðum, þá er nú oftast nær hægt að fara aðra leiðina norður eins og við segjum í Skagafirði. Því að fyrir þá sem ekki þekkja það er bæði hægt að fara á Öxnadalsheiðinu og síðan alltaf bara yfir í Fljótin. Fljótin og Siglufjörð og gána leiðina. Já, og sjaldnast eru þessar leið báðar ófærar í einu. Já, það er sjaldan. Já, en hvernig hefur verið tekið þessa hugmynd? Já, þá er það yfirvöld. Já, það er auðvitað, þetta kostar. Það kostar, það þarf að laga völlin, það þarf að malbika hann og en brautin er löng, hvað er hún löng? Brautin er tæpið 2 kilometrar, þannig að hún er löng, fullnægjandi. Það er fullnægjandi fyrir hvaða vélar sem er það ekki? Jú. Og það er hægt að lengja hana alveg í allar áttir næstu, ekki kannski svo mikið norður en að fara suður. Nei, til suðurs, það er alveg hægt. Og það er malbygg aðalega, það þarf ekki að byggja hann upp? Nei, burðarþolið er nægt, það er búið að gefa það út. En svo þarf auðvitað að byggja upp flugstöð og búnað, aðflugsbúnað og annað, þannig að þetta kostar auðvitað. Er búið að skjóta á hvað það kostar? Ekkert svona með neinum nákvæmum tölum. En það sem við erum kannski að horfa á fyrsta kasti er það hvort að Alexanders flugvöllur kæmi til greina sem einhvers konar neyðarvöllur jafnvel, því að millilandaflug á Akureyri er gríðarlegt hagsmunamál fyrir okkur í Skagafirði eins og allt Norðurland. Þannig að það er mikið hagsmunamál að vélar geti lent á Norðurlandi. Og ef það getur ekki lent hér, þá viljum við gjarnan bjóða upp á þannig kost sem Alexanders flugvöllur er. Sem er bara rétt rúmur klukkutími í burtu. Klukkutími í staðinn fyrir kannski að gera 4-5 úr Keflavík. 6, já. Já. En þú nefnir þetta eins og það er kannski ekki búið að slá á hvað marga milljarða þetta kostar. Nei. En þetta er einhverjar háartölur. Já, ég meina bara malbyggið minnir mig ég hef heyrt talað milljarður. Jú, þó ekki vera. En það kostar líka sitt að flugvélar þurfi að lenda, ég segi bara í Glasgow. Já. Og það auðvitað formaður atvinnuflugmanna skrifaði eða það var viðtal við hann í fjölmiðlum fyrir, ég man ekki hvað 3 ár síðan eitthvað svoleiðis. Þar sem hann talaði að þetta er í rauninni gríðarlegt hagsmunamál til dæmis fyrir flugfélögin. Því að ef að flugvél sem að til dæmis leggur á stað frá Ameríku veit ekki hvort það er ekki viss að hún geti lent á Íslandi, þá þarf hún að vera með eldsneyti sem gerir henni kleift að komast á Glasgow. Og þá þarf hún að létta sig, því að þá þarf hún meira eldsneyti. Og þetta er bæði töluvert dýrara fyrir flugfélagið
auk þess sem að það þarf jafnvel að skilja eftir frakt og farangur. Þetta hljómar svolítið eins og það sé ekki búið að horfa á þetta allt í heild sinni. Það er að segja, það eru milljónir og milljarðar hér og þar sem það kostar að hafa kannski ekki inn á flugvöll. Já, það er alveg hárrétt. Við viljum meina það. En er ágreiningur það eða er einhver sem að telja að þetta sé bara einhver fyrra á vitleysa í skagfirðingum eða hvað? Við höfum svo sem ekki fundið fyrir því. Ég held að í raun og veru í praktíkinn sé svo að þetta kostar auðvitað talsvert og það sé nú kannski það sem menn eru að horfa á. En auðvitað er flug til endurskoðunar heyrir maður núna hjá stjórnvöldum, ef við horfum til dæmis bara á innanlandsflugið, sem hefur nú mikið verið hvart að vera sér dýrt og kostnaðarsamt fyrir hinn venjulega borgara. Og þá hafa menn verið mikið að ræða þessa skorskúleið, þar sem að íbúar með lögheimili á viðkomandi svæðum fá einhvers konar niðurgreiðslu. Og það er leið sem hefur gefið gríðarlega góða raun í Skotlandi. Þetta hefur aukið samkeppni, þetta hefur aukið tíðni flugleiða, nýtingi miklu betri og ánægja íbúa. Ég sá einhverja könnun þar sem að yfir 70% íbúa á þessum svæðum var himinlifandi með þetta. En hvernig er þetta leggjað upp þannig að fólki þykir ekki bara að pakki út af landi sig að biðja eitthvað sem það var ekki skilið? Ég held nú að allir myndu hafa skilning á þessu. Þetta er náttúrulega spurning þessi margfræga byggðaþróun sem er alltaf talað og við verðum að halda landin í byggð. Þetta er náttúrulega spurning líka bara lífsgæði. Ég til dæmis það er flug á Sauðárkrók núna sem er náttúrulega bara alveg frábært. Það tekur mig bara 2 tíma að fara fram og tilbaka í staðinn fyrir 7,5. Ef ég þarf að fara á 1 fund, í Reykjavík. Þetta er náttúrulega, til dæmis síðastir ég fór og þá fór kona með hækjurnar með sér í hendinni og svo þegar við flugum heim kvöldi þá kom hún á hækjunum úr aðgerð, gat farið beint heim, ekki að sitja í 3,5–4 tíma í bíl. Þetta skiptir ofboðslega miklu máli. Já, sérstaklega kannski ljósið þess að það hefur verið að þjappa heilbrigðisþjónustunni saman á örfá staði á landinu. Þannig að það skiptir ykkur máli. En svona umræðan, hún hefur nú aðeins farið inn á Alþingi. Við hverju er að búast núna? Varðandi varaflugvöll, Alexanders flugvöll sem varaflugvöll. Áttu vona á einhverju? Ég þori auðvitað ekki að segja það, en ég held samt að við vonumst þess að fá allavega umræðu það, hvort þetta sé einhver kostur sem að menn vilja skoða. Og það er jú alltaf verið að tala að dreifa ferðamönnunum á landið. Og það er verið að gera tilraun með því að það er verið að fljúga hingað á Akureyri. Og við teljum að með því að Sauðárkrókur sé allavega varaflugvöllur, að þá séum við að tryggja það að ferðamennirnir komi frekar og séu þá bara ef þeir vilja eyða helgin á Akureyri eða fara Norðurland, að þá eru þeir að lenda á Norðurlandi. Ég held að það skiptir svolítið máli. Já, þarf þá að koma að þessu fleiri, það þarf að nást samstaða með Norrlendingum eða hvað þarf til? Vantar það nokkuð? Ég held að það þurfi nú ekki endilega að vera vandamál. Við Norrlendingar held ég allir sem eitt styðja millilandafluga á Akureyri. Og til dæmis höfum við stutt við flugklasan sem stendur á þessu verkefni og erum heilsugar á bak við hann. Og ég held að það sé bara borðleggjandi að ef það á að ganga að menn hafi einhverja valkosti ef eitthvað kemur fyrir og flugvélar ná ekki að lenda hérna. Að þá sé til. Þá sé völlur til staðar. Því að það er lengra, en reyndar eru Húsvíkingar að fallast eftir þessu sama, er það ekki? Er það eitthvað? Við höfum heyrt það en þeir búa ekki til dæmis við þetta sama veðurkerfi og við. Nei. Við teljum okkur búa við, þeir eru með sama veðurkerfi og hér á Akureyri til dæmis. Og Egilsstaðir eru í 3 klukkutíma fjarlægð. Já. En það kemur nú alloft fyrir að ef það er ekki hægt að lenda hér að oft er vissulega hægt að lenda á Egilsstöðum en alls ekki alltaf. Nei. Þannig að hvað er það, bara næst að skrifa að leggjast á bæni eða hvað að gera næst? Nei, ég held að bara halda áfram að vinna í þessu og ég held að það sé vilji fyrir því allstaðar að skoða þetta og ég held að það sé sérstaklega með ferðamanninn að þá skiptir þetta máli. Já, það er beinlínis talað þetta í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar að menn vilji dreifa álagi af völdum ferðamann landið og landsbyggðina njóti góðs af og ég get vitnað í byggðastefnuna og líka þetta með þessa skorskúleið eða það að flugið geti orðið mikilvægur hlekkur í almenningssamgöngum. Það er talað þetta allt saman, þannig að orðum hljóta að fylgja endir. Já, ef ekki bara treysta því. Já, ekki. Takk fyrir komuna og gangi ykkur vel aftur vestur og heim og við höldum áfram hér á eftir.